Velkomin Guðrún Margrét, Guðmundardóttir, takk fyrir að koma. Takk fyrir bjóða mér. Við erum búin að hlakka til að fá þig. Nú kvennaverkfall aftur á föstudaginn, það ekki? Jú. Byrjum þar bara, hvert svona helsta markmið og tilgangur kvennaverkfallsins? Já, sko, það náttúrulega, sko, tilgangurinn að halda upp á þessi 50 ár síðan þessi þetta fræga kvennafrí var haldið hérna fyrir 50 ára, 1975, þegar í raun og veru samfélagið stoppaði og konur svona í fyrsta sinn, sko, þvert á flokka, þvert á samfélagsstöðu út all land, stoppuðu sem sagt unnu ekki og sérstaklega unnu ekki heimilistörfin. Svoleiðis að það í raun og veru bara stöðvaði allt samfélag á Íslandi og svoleiðis að og heimspressan einhvern veginn sýndi okkur mikinn áhuga. Og ég mæli náttúrulega alltaf með þessari mynd The Day Iceland Stopped, eða dagurinn sem Ísland stöðvaðist og heimildamynd sem var gefin út eftir, heitir hún ekki Hrafnhildur og ég man ekki hvað stóttir hún er. En það brilljant heimildamynd þennan dag og einhvern veginn svona sýnir, sko, þetta svona maður fær gæsahúð iðulega vegna þess að þetta svona einhverja kellur sem að til þess að auglýsa þetta ekki, þetta samfélagsmiðlar, það bara að fara út á land í einhverju rútu og setja einhverja svona bæklinga, kynningabæklinga, banka og hurðir hjá konum og reyna að fá þar með og og eins svona sætasta sagan sem að mér finnst alveg dýrleg þegar konurnar 3 á einhverjum togara fór í verkfall, læstu sig inn í káetinu, neituðu að koma fram. Þegar 2 voru þernun áttu að vera að taka til og 1 áttu að taka til matinn og þær bara gáfu sig ekki og náðu einhvern veginn með því að blikka mannin á mosstuðinni eða hvað heitir það nú aftur þegar voru að gefa svona ekki morsmerki, hvað heitir þetta sendu telex á fundin og náðu að senda það á fundin og kveðju frá þeim, frá þessum togara. Og þau tóku þátt í verkfallinu. Já, það gerðu það. Það var alveg hugur í konum. Akkurat, en svona, nú erum við hér 50 ára síðar og við erum með skýra kröfu kvennaárs, það eru 16 talsins og það miðast að launamunni kynjana og sérstaklega náttúrulega vanmati á virðismati kvennastarfa. Það sem sagt þessi ólaununu störf kvenna og umönnina byrði. Og svo það náttúrulega ofbeldismálin, þetta kynbundna ofbeldi sem hræðilega hvimleitt og það í raun og veru bara þessi 3 atriði sem við erum að minna á núna, það voru gefnar út kröfur á ríkisstjórnina og þau maður bara hreinlega núna sem sagt fyrir ári akkurat þá hitti framkvæmdastjórnin stjórnmálaleiðtogana sem þá voru, þeim munið, það var stjórnarskipt eftir það og færðu þeim þessar kröfur og þeim miður held ég að sé nú bara ein svona sem eitthvað stað volg, sko, þú getur séð þetta inn á kvennaár.is það pínu sorglegt að sjá hvernig þessum kröfum hefur ekki verið sinnt en ég vona að þau haldi bara áfram að þrýsta stjórnvöld og við gerum það sannarlega saman. Það hún Aðalheiður Bjarnfreðsdóttir, verkakona og verkalýðsforingi. Hún sagði á fyrsta kvennaverkfallinu 24. október 1975 að kvennabaráttan snúi að þeim sem hafa lægstu kjörin, minnsta baklandið og versta aðbúnaðinn og þar var einnig á þeim fundi og því verkfalli að það var hamrað á því að kvennabaráttan sé stéttabarátta. Já, algjörlega og við hjá ASÍ ákváðum núna á bara heilum 2 kvennaráðstefnum að við yrðum svona þessari einhverjum orð Aðalheiður okkar Bjarnfreðsdóttur yrði svona þema okkar á árinu. 2 kvennaráðstefnur full vel í lagt en máli var þannig að það var kvennaráðstefna ASÍ haldin í nóvember 24 og það hefur aldrei verið meiri þáttaka. Ég held að 112 konur hafi verið á leið til Akureyrar þegar helmingurinn var veðuteftur. Svoleiðis við endurtókum þessa sömu ráðstefnu í raun og veru aftur núna í maí og í Keflavík svoleiðis en þar voru konur sammála því að við erum sem sagt
Í ár myndum við fókusera á kvennasamstöðu á öllu landinu sem svona kannski aðeins meira heldur en það sem að kvenna ár sem náttúrulega mjög Reykjavíkur miðað og bara eðlilega af því að þetta einhvern veginn þessi stór viðburður á Lækjugötu á sínu tíma var náttúrulega svolítið höfuðborgarmiðuður þó að það hafi verið náttúrulega út um allt land konur fóru í verkfall út um allt land en við ákváðum að gera bara enn betur og fókusar og vera bara svona í systralagi við okkar konur í stéttarfélögum út á landi og hún hefur í raun og veru verið sko að tengja þær við aðra konur frá sveitarfélögunum, frá kirkjunni, frá kvenfélögunum þarna á svæðinu, svo að það eitt það var mikið atriði hjá okkur hafa gengið svo glimrandi vel og það ekkert skemmtilegra finnst mér að vinna í verkalýðshreyfingunni og vera í samskiptum við okkar konur út á landsbyggðinni. Það eitthvað svo solid, skemmtilegt, kraftur, það eitthvað annar taktur en allavega. Annað atriði það að fókusera einmitt á verkarkonur samtímans, konur af erlendum uppruna og við ákváðum að gera það og það var rosa ánægilegt hvað mikið samhljónumur á meðal kvenna, frá VR, frá, í SGS félögunum sem eðlilegt og og fleiri þar sem að við vitum það að þetta þær konur sem þurfa á svona samstöðu, mikilli samstöðu að halda og í raun og veru að halda upp í svona þessum grunnstörfum samfélagsins og í því ljósi þá settum við saman svona framkvæmdahóp, ansi skemmtilega konur af erlendum uppruna í Verkó, frá Eflingu, fulltrúa frá Eflingu, frá Einingu Iðju, frá öllum bara mjög mörgum stéttarfélögum, konur af erlendum uppruna annarkvort í stjórn eða starfskonur á skrifstofunum og við saman höfum verið að skipuleggja viðburð núna 24. október okkur fannst bara brýnt að hafa það þó við séum ekki að skyggja á dagskrána eða neitt slíkt okkar prógram sem sagt frá 10 til 14 í Hörpu mér minnir að yfirskriftin hjá okkur nútíma kvennabarátta, staða kvenna af erlendum uppruna, svo að við vildum bara að þetta væri alvöru, almennilegt og skráningar ganga rosa vel, svoleiðis að og svo náttúrulega stormum við bara saman á í þetta sem sagt kvenna ársprógram sem söguganga sem hefst þarna 1:30 en alveg 1,5 tíma og hún svona bara þú getur labbað hana og svo byrja prógramið náttúrulega klukkan 3. Þetta brýnt að verkafólk og verkakonur á erlendum uppruna, það orðið mikið aðeim núna á undanförnum áratugum bara hafa mikið af innflytjendum komið til landsins og það nauðsynlegt fyrir okkur sem samfélag bara að hjálpa til við að þau valdefli sig sjálf og séu að gera sér gild í samfélaginu og taki málin til sín og berjast fyrir sínum hagsmunum. Akkurat. Og svona með þeim og það eitt sem að mér veist svona okkur langar að keyra í þetta en þá betur á næsta ári sko eða svona vera með góða eftirfylgni með þessum málþingi af því að þú veist ekki þetta leiðilega bara vera með eitthvað málþing og svo gera ekkert sko en okkur langar einmitt að halda áfram og og svona vinna með þessum systrum okkar af erlendum uppruna þú veist einhvern veginn svona og líka vera tilbúin að kannski veist, við þurfum ekki að tróða þeim inn í okkar baráttu við þurfum að hlusta við þurfum að skoða kjarna málsins, hvað eigum við sameiginlegt og svoleiðis. Svo sé ég hlakka mikið til þeirra vinnu. Hún líka mjög gefandi. Ekki bara að vinna með vinkonum okkar út á landi, heldur líka náttúrulega konum af erlendum uppruna að gegja. Kannski þetta svolítið snúið stundum að viðburðir hérna í Reykjavík og hlutir sem í gangi hér að þeir ná ekki endilega út á landsbyggðarnar og það þarf svolítið að einbytta að því að ná til þeirra að fá þau með. Mér langar líka að tala svona stéttamuninn hérna sem oft sko að þú veist það samstaða og svo ekki samstaða stundum. Bæði á milli kvennastétta, ólíkra kvennastétta og svo bara láglauna fólks og millistétta og hinbóin. Hvernig nálgun ASÍ hvað þennan ágreining varðar? Sko nálgun ASÍ sko hún í raun og veru þessi að við erum með í öllu sem kvennahreyfingin að gera. Þú veist, við erum náttúrulega hluti af þessum, hvað segir maður, við erum þessu samtali aðilega vinnumarkaðarins við stjórnvöld,
við komum að sjálfsögðu að öllu því hvað sem ræðir, en við erum líka alltaf með fókus á fólk af erlendum uppruna, fólki sem hefur lágu launi. Þetta okkar fólk. Þú veist, það engin heildarsamtök sem hefa svona stóran hluta af fólki sem vinnur fyrir lágu launin. Þannig að það eru allir meðvitar hjá ASÍ að þetta verður að vera okkar fókus alltaf, en það einmitt áhugavert sem þú ert að segja, hvernig vinnum við svo saman. Þú veist, og ég búin að vera svona að hringja í góða konur, til dæmis fór ég í svona kurteisins heimsókn með Steinunni Bragadóttur, hún mikill feministi og hún hagfræðingur hjá ASÍ, og við erum búin að fara til í heimsókn til fagkvenna og sem sagt fag- og tæknikvenna, iðnaðar og tæknikvenna, til VR, fórum í háskóla, við ætlum að tala við Eflingu, og okkur langar bara að eiga samtal nákvæmlega þetta. Það eru atriði sem við getum unnið saman, það eru önnur atriði sem að við höfum ekki svona einhvern veginn, svona samhljónum, og gerir það eitthvað til. Þið vitið, get ég ekki verið sönn í að styðja konurnar í Eflingu og líka skili sjónarmið millistéttakvenna í VR. Þið vitið, svoleiðis að þetta svona, en auðvitað þetta ákveðin kunst, og sem betur fer þá finnst mér, ég svolítið svona mætur á diplomasíu, mér finnst það skemmtilegt, svona einhvern veginn að taka hlutunum ekki og persónlega, skoða bara svona hvað hægt að gera og hvað svona doable, og svo ég hrifin af svolítið svona hrifin af vináttu. Það svona, þú þarft ekki að, þið getur líka vel við fólk þó þú sért í prinsipin einhvern veginn ósammála þeim eða hvaða áherslu þau hafa, en bara svona, já, mér finnst það, þetta búða skemmtileg vinna sem ég í sem jafnréttisfulltrúi. Mjög mikilvægt og efla þessa samstöðu þannig hvernig sem farið að því, og við þurfum öll einhvern veginn að vinna að því, og kannski taka með það sem Aðalheiður Bjarnfreðsdóttir segir að kvennabaráttan snúi að þeim sem hafa lægstu kjörin, minnsta baklandið og versta aðbúnaðinn. Má ég skjóta inn í einu fyrirgjöf, ég ætla að gera það, því að það sem hún sagði líka, hún Aðalheiður Bjarnfreðsdóttir, hún sagði að henni stundu lið eins og konu væri varavinnuafl, og ég var einmitt búin að vera að hugsa svolítið mikið það þegar þú heyrir, þú veist, til dæmis konur erlendum uppruna á vinnumarkaðnum í dag. Þær eru varavinnuaflið. Þær eru fyrsta til að vera sagt upp. Þú veist, einhvern veginn missa vinnuna miklu frekar, eru fleiri á atvinnuleysisbótum, þú veist. Og og allt það, svoleiðis að þetta svo áþekkt. Við verðum bara að fatta að þetta eru okkar kynsystur í dag sem við þurfum að styðja. Sem eru í viðkvæmustu stöðunni gagnvart atvinnurekendum í raun. Það auðveldast að skipta þeim út sem vinnuafl og svo framvegis. Akkurat, og hátt hlutfall þeirra, ég man ekki oft við miðum, man ég ekki að detta með svona tölur, en það var óhugnalega hátt samkvæmt nýrri könnun Vörðu, og óhugnalega hátt hlutfall kvenna sem að bjó í húsnæði sem atvinnurekandinn með á sínum snærum, eða leigi hjá atvinnurekanda, eða fá það sem hluta. Þá, hvað átt að vera að rífa kjaft, eða þú veist. Og eins með annað verkafólk sem í þeirri stöðu, það mjög erfitt að rífa kjaft og standa á sínu þeirra. Og kallar eiga þarna, þú veist, alveg nákvæmlega sama upp þenni hjá köllum, en konur geta við oft verið náttúrulega bara í viðkvæmri stöðu eins og við vitum. Ríkalega erfitt, það og hvað þá að fá einhvern veginn vinnu, leyfið til að vera á landinu, atvinnuleyfið gegnum atvinnurekandann, og þú ert að leigja af honum húsnæði líka, svona alveg undir hann kominn, sko. En varðandi líka einmitt þriðju vaktina, fjórðu vaktina, og kannski eins og marxistar myndi segja að svona félagsleg endurnýjun vinnuaflsins, sú vinna sem ekki launuð, sem fellur mun meira á konur, að sjá börnin, að sjá eldra fólkið, sumir kallar eru flottir og sinna þessu vel, en þetta enda bara mikið meira á konum. Verkfallið snýr að þessu líka. Já, það gerir það sannarlega, og einmitt skemmtilega sögur frá 1975 í þessari heimildamynd sem ég alltaf að vísi, að það var einhvern veginn svona pulsur seldust upp á landinu, þú veist, og svo voru myndir af einhverjum kalli sem þurfti að vera vask upp í vinnunni, og einhverju krakkaormar allt í kring, þú veist, þetta bara, þú veist, vá, þetta hefur
breyst en ekki eins mikið og okkur neginn við héldum. Einhvern veginn það virðist vera mjög djúpt í okkur þessi verkaskipting, þú veist, þessi umönnun barna og eldri og bara foreldra og þeirra sem eru aldraðir og veikir og sjúkir og allt það. En já, við erum sannarlega með þetta, við kannski, þú veist, VR hefur verið mjög duglegt með svona þriðjuvaktsar pælingar, 4. og 5., þú veist, að vera að vekja máls á þessu. Við höfum einhvern veginn ekki verið mikið auðvitað tölum við þetta en við höfum ekki farið inn einn svona átök per se sko. Mér finnst bara kvennarhreyfingin vera voðalega dugleg í því og við pikum það bara upp en það hefur ekki verið svona allavega hingað til neitt svona einhvern veginn kjarnamál hjá okkur hjá ASÍ en og sko að því að líka við erum alltaf að fókusera á vinnumarkaðinn að þá náttúrulega erum við sko ég meina við fókuserum á þessi ólaunuðu störf með því líka að stytting vinnuvikunar að koma því í kring hafa leikskóla þú veist þetta umönnunabil minnka það hafa leikskólana bara í lagi þjónustun í lagi þú veist allt svona skiptir auðvitað svona óbeint máli gríðarlega mikið það er nú ekki gott að sjá á síðustu áratugum kannski að hvernig leikskólar og líka öldrunarheimili á margan hátt hafa bara harðnað og ekki eins góðar kannski stofnanir þar voru það náttúrulega munur á stofnunum en þetta er ekki gott af því þá fellur enn meiri vinna á auðlega konur Algjörlega og svo er þessi óhugnanlega staðreind að 28% kvenna eldri en frá 60 til 66 eru út af vinnumarkaði. Það eru mjög margar, þú veist, bara komnar á örorkubætur. Og þetta er eiginlega svona óhugnaleg tala. Og þegar ég var þarna á kynningu hjá einmitt, ég var á kynningu á þessari rannsókn sem var kynnt núna fyrir nokkrum mánuðum og þá kom líka svona rosalega vanlíðan á vinnustað og alls konar svona agalegi hlutir sem ég held að við ættum að rannsaka betur. Ég meina ef að fjórðungur kvenna, þú veist, einhvern veginn og meira, eiginlega bara, þú veist, nánast þriðjungur, þú veist, getur ekki unnið út starfsæfina. Með öllu því sem því fylgir og einhvern veginn þessir lífeyrissjóðsmál og allt slíkt hefur áhrif á það sjálfsögðu. Svoleiðis að já. Þetta er alvarlegt mein. Já, akkurat. Og kannski ég má bæta við að því þú veist að tala um þessar kröfur að sem sagt ofbeldismálin, ég meina þau ofbeldismál sem við látum okkur varða svona sérstaklega er náttúrulega kynferðislega áreitni á vinnustað, kynferðislega áreitni og ofbeldi og það er eitthvað sem við erum búin að vera að vinna með bara virk og heildarsamtökunum einhvern veginn og snýra því að vera bara svona að bjóða upp á námskeið í svona þolendavætri nálgun á þegar þú tekur á móti þeim sem hafa orðið fyrir kynferðislega áreitni og ofbeldi. Það var gerð könnun fyrir nokkrum árum það sem að formenn svöruðu og í okkar stéttarfélögum bæði BSRB og ASÍ og þar var rosalega hátt hlutfall sem skráði það athugasemdir í þá könnun að það væri allt og oft að byrði þess að hafa lent í eða að kynferðislega áreitni átt þessi stað einhvern veginn endaði í kjöltum og kvenna. Það færða til í starfi að hreinlega látna fara eða einhvern veginn svona bólað, þólendinum var bólað út. Svo að þetta er allt og algengt. Svo að en auðvitað, þú veist, ég meina styðjum við allar hina baráttina og sjálfsögðu og allt það í gegnum bara starf með kvennarhreyfingunni en ekki beinlinis. Eitt sem langar að segja þetta að verkakonur sé að brenna út svona snemma, við sjáum í umönnunarstörfum bæði á leikskólum og hjúkrunarheimilum og fleira, það er álag á starfsfólk og aukast alveg mikið Já, veikinda, tíðni veikinda og allt svoleiðis. Og fólk hættir og Efling hafði nú reynt að semja þetta núna við samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu en það var ekki alveg, samkvæmt síðustu kjarasamningum var ekki alveg fylgt eftir því að laga þennan mönnunarvanda, þannig að já, en maður heyri þetta að þú veist, þegar það er veikindi á hjúkrunarheimili þá er ekki boðið út aukavaktir lengur, heldur að bara, þú veist, það vantar bara starfsmann og þá fer allt álagið á þau sem eru þá eftir og þurfa að sinna fólkinu. Þetta er ekki gott en tengist væntanlega langvarandi niðurskurðarstefnu
En tölum aðeins einmitt meira ofbeldið, svona kynbundið ofbeldið, og þetta alveg hrikalegt. Ég heyrði tölur að 40% íslenskra kvenna verða fyrir kynferðislegu ofbeldi, og bara minna en 20% eru kærð til lögreglunnar, og af þeim eru minna en 20% sem eru sem sagt ákærð. Og já, en líka við þurfum að átta okkur að því að það eru svo, var náttúrulega ómögulegt að vita hversu hátt hlutfall af þessum málum koma bara hreinlega upp einhvern tímann. Þú veist, svoleiðis að ef þú skoðar oft tölur í nauðgana neyðarmóttökunni, að þá það og ber saman við, þú veist, bara fjölda heimsóknandi stígamóta eða eitthvað slíkt, þá fer það náttúrulega ekkert saman, af því það eru náttúrulega fáir sem koma fram og kæra. Við vitum að það lýjandi ferli. Ég meina, það eru fullt af konur sem ég þekki sem hafa gengið í gegnum þetta, bara segja konum bara absolútlega gera þetta ekki. Þetta sé bara hryllingur að fara í gegnum þetta, og þú ert bara þar til mjög nýlega bara vitni í þínu eigin máli, og og þetta náttúrulega bara svona eitthvað djúpstætt. Þetta þú veist, svona ofboðslega djúpstæð birtingamynd á stöðu kvenna, bara síðustu, þú veist, bara aldirnar og einhverjir 1000 ára, vegna þess að ég stúderaði eins og sögu þessara löggjafar og nauðgunarmáli mitt, sko. Lengi vel var þetta náttúrulega bara eignarspjöll. Þú veist, það fór allt, já, þú veist, þetta byrjar þar í raun og veru, sko, hvað þetta eyðileggja? Eiginmanns föður sem getur svo ekki gift dóttur sína, sem orðið damage good. Svo að þetta, sko, við verðum að fatta stundum svona arfleiðin, hvernig hún smýgur í gegn einhvern veginn, og þessi ofboðslega krafa, eins og ég man því að var að lesa þetta, sko, það var eitthvað rannsókn það þegar konur, það var alltaf vændar það að viljað ofbeldið, á meðan sko köllum sem var nauðguð öðrum köllum, það var aldrei spurning þar, þú veist, svona einhvern veginn. Það þessi sjónamið sem einhvern veginn virðast alltaf bara einhvern veginn svona að lifa með okkur, þessi efi sannleiksgildi kvenna. Það alltaf, sko, það alltaf svona ofboðslega mikið mál, og svo man ég einhvern tímann að það var að tala eða þú veist, einhver rannsókn sem ég las, allt eldgamla rannsóknir, ég var að skoða þetta fyrir löngu síðan, en þá snýrist þetta voða mikið hver, sko, ef þetta ókunnugur maður, að það var miklu meiri líkur á sakfellingu, en ef þetta var eitthvað sem þú þekktir, og þú veist, alls konar svona, ef að manneskjan var gift og óháð, þá var minni líkur, hún þú veist, að nauðgarinn dæmdur í eitthvað, en ef að það var, þú veist, eiganda baki konunnar, innan gæsalappa, að þá var það miklu meiri líkur. Þetta mjög ógeðslegt að hugsa til þess, að svona fyrsti grundvöllurinn fyrir því að ná einhvers konar réttlæti fram, eða einhverjum afleiðingum fyrir þá sem að brjóta af sér og brjóta á öðrum, eru út af því að lita á konur sem einhverja annarra kalla. Ekki út af því að þetta glæpur í sjálfu sér gagnvart konunni. Akkurat, og þess vegna þetta svona þessi hugmyndun sjálfsákvörðunarrétt kvenna, hún svo mikil grundvallar hluti í þessu öllu saman. Bara, þú veist, konur eiga sér sjálfar, þú veist, sinn líkam punktur, og og ansi óhugnalegt hvernig svona þessi, þú veist, sem að hélt nú að vera bara komið einhvern veginn allavega á Vesturlöndum, verið að hrifsa í burt til dæmis í Bandaríkjunum. Svo þess að einhvern veginn getur allt gerst. Einmitt talandi Bandaríkin, að ég var að lesa eitthvað hvernig það hefur verið mjög mikið vandamál inn í bandaríska hernum, og það mjög mikið nauðganir á sem sagt kvenhermönnum, og þær hafa margar lýst í hvernig, þú veist, þær voru á einhverjum herstöðum í Afganistan eða Írak eða eitthvað, og þær þori ekki að fara, þú veist, á klósettið á kvöldin einar, af því að það var bara svo líklegt að þeim yrði nauðgað. Og svo sko var kerfið þannig hjá hernum þá að ef konum var nauðgað þá áttu þær að tala við sko næstráðandi yfirmann, heryfirmann, sem yfir deildinni kannski sem þau tilheyra sko, og bara mjög oft voru það þessir yfirmenn sem voru sekir sko. Og út af því að þetta kom upp, og það var í umræðinni í Bandaríkjunum, að þá neyddist herinn til þess að búa til eitthvað svona kerfi þar sem að konur gátu með nafnleynd, þú veist, ákært einhvern eða sagt frá, og það fór í gang svona sjálfstætt ferli við að rannsaka málið sko, af því að það sem gerðist eða voru að segja frá náttúrulega þegar með yfirmannin yfir þeim var útskoð, þeim var kennt það sem var gert og svona, en núna Trump og þau að taka þetta bara í burt sko. Já.
þetta svona kannski dæmi hvernig á ekki að gera svona. Akkurat og en þetta virðist vera svona mikið nauðganir og svona áreitni á þessum einhverjum svona karllægum sviðum þar sem að þú veist herinn, lögreglan páfagarður kannski á börnum aðalega, en þið vitið svona það sem kirkjan, eitthvað svona það sem óbúslega einkennilegt mikið vald og já, þú veist kennar gegn börnum, eða þú veist allir sem í einhverju valdastöðu, en því karllægari sem sviðið því meira þetta víst, svolítið að herinn náttúrulega príma dæmi það. Og þetta bara ólíðandi ástand hérna á Íslandi, það nú mikið verra annars staðar kannski, þú veist eins og á Indlandi það alveg ótrúlega mikil og ógeðsleg nauðgunarmenning, en hún sannarlega hér til staðar ennþá, sérstaklega þegar raunin sú að þú veist minna en 20% eru kært til lögreglu að nauðgunum sem við vitum og svo margt meira sem við vitum ekki þannig að við verðum að gera eitthvað til að taka á þessu, en hvernig gerum við það? Já, sko einmitt, það ég held að við þurfum að líta inn á við og það sem okkur skortur svo oft að átta okkur á eigin hugsun, þú veist við mannfræðinni, þú veist, ég kem þaðan svolítið að við vorum pínd þú veist, gegnum allt námið að hugsa okkur sjálf sem bara einfaldar menningaverur. Við erum bara hluta menningunni, þú veist, jú, þú ert einstaklingur, en menningin hefur náttúrulega bara gríðarlega áhrif. Þú veist, bara hvernig við klæðum okkur, hvað okkur finnst á hverjum tíma. Svoleiðis að við einhvern veginn erum ekki mjög meðvituð hvað svona að baki hugsunum okkar. Og ég stundum mér svolítið áhugaverð stund því svona spotta sjálfum mig því ég bara menningavera og þá hugsa ég svona eitthvað þessi feita kelling og svo bara Guðrún, þú veist eitthvað rosalega undarlegt eða voðalega skrækin í rödd, þú veist og þá hugsa ég bara já, þetta gamla, þetta ég að vera samfélagsvera því að þetta raunverulega ekki eitthvað sem ég finnst, eða þú veist, hélt ég svo lýsa öll þessi gamlu arfleifðir, þú veist, við erum hluta mest vestrænu kerfi, þú veist, ég meina þessna getum við afborið slátranirnar í Gaza, en þú veist, ekki öll en þú veist, við erum, þú veist, þessi svona karllega menning okkar, hún veldur því að okkur finnst bara kallanir einfallega, þú veist, gáðari, flottari og því hávaxnari og dimmari rödd, þú veist, alls konar svona og hlutir breytast en þau breytast svona superficially og breytast einhvern veginn í okkur svona flekaskiptum með allavega einhverju kenningar það en ég held að maður þurfi bara stundum að vera brútal við sjálfan sig og sjá í gegnum sjálfan sig hvernig maður hugsar og hvernig maður ósanngjarn, þú veist, einhvern veginn, þú veist, hversu mikill rasist ég, þú veist, eða þú veist, lít ég niður á arabana, þú veist, að þeir eru brúnir og muslimar, þú veist, ger ég það? Skilur, en það bara svo, okkur náttúrulega ekki gert þetta, við fáum ekki tólin í hendunar, það ekki allir sem verið mannfræði og hlusta á hvert orð sem kennararnir segja eins og svo sem ég gerði og margir aðrir, en þetta svona þetta samfélagslega mein, einhvern veginn, og auðvitað hefur margt breyst, ég meina þegar ég var að skoða nauðgunarmálina, ég meina þá mátti ekki segja karlanauðga, það var bara dónaskapur, argasti dónaskapur og og allt var bara tjúlað þegar fólk vogaði sér að segja þetta svoleiðis en einhvern veginn svo kemur náttúrulega MeToo og svona alls konar afhjúpanir og þú veist sem að í upphafi MeToo var þetta áhugavert vegna þess að þá var þetta svona svolítið samfélagslega MeToo, þetta bara ég líka af mörgum öðrum, þannig að þetta struktúral svo einhvern veginn fóru þessir kallar að vera gómaðir og kansileraðir og þú veist og ég náttúrulega í einhverju svona kvikindisskap, ég sportir ekki, ég kenni því stundum að við erum með eitthvað svona tórðagleði, einhverju kallar gómaðir sem hefðu verið með dónaskap alla tíð. Svo fór maður átt að segja því að það voru líka hinir einhvern veginn sem urðu fyrir þessu, sem voru kannski bara dónalegir einhvern smá tíma, veist, og svo bara ekkert meir og hefði aldrei verið áður og einhvern veginn fann maður bara, þú getur ekki sett þetta til jafns við alvarleg brot, svoleiðis að og þá hugsaði maður bara þú veist, auðvitað færi þetta aldrei vel, eitthvað svona samfélagsbylting, eitthvað sem búin að vera svona algjör undir einhverju þagnarskildi, þú veist, alla tíð, einhvern veginn,
einhverju hulun lyft af og auðvitað var ekki hægt að ætlast til að það færi vel eða yrði einhvern veginn svona friðsamlegt en það kannski það sem að svo einhvern veginn sér maður það að það er verið að fyrirgefa köllunum, þeir eru komnir aftur og bara gott og vel í mörgum tilfellum, ég meina guð mig góður en þú veist einhvern veginn hvað breyttist hugmyndin sko og ég get alveg ímynda mér eitthvað hafi breyst en breytist þetta alveg svona strúktúralt niður í einhvern veginn kjölinn og svo náttúrulega sér maður núna sko eða þú veist, allavega svona samfélagskimi maður sér einhvern veginn þess að greiðstráka sem eru kannski ekki félagslega sterkir og ég þekki nokkra svona synir vinkvenna og svona sem að einhvern veginn allt í einu eru upp á þeim tíma sem kallar eru vondikallinn þú veist, það er bara sagt í gamla daga var alltaf konurna voru svo hópdýr eða þú veist, þar voru svona konur eru svona hins en kallarnir voru alltaf bara einstaklingar nú er einhvern veginn kallarnir orðnir að hóp og félagsmingi og maður segir bara þú og kynbræður þínir og kallar bara skilja það þegar maður er að bauna það einhverju en það var ekki þannig svo þeir eru aldrei uppi þetta að vera bara einhvern veginn settir út í hotn og eru vondikallinn og svo náttúrulega eru þeir líka vændir það að kunna ekkert í skólakerfinu eða geta ekkert í skólakerfinu og fólk af einhvern veginn fallegum ásetningi er alltaf að tala hvað þeir eiga bátt og ég hugsa bara hvernig dettur fólk í hug að búa til svona agalega fórnarlamba ástand hjá strákagreifunum, þetta er ekki gott og einhvern veginn vondir og fórnarlömb og við vitum bara að sú blanda er agaleg svoleiðis að í staðin fyrir að hugsa bara, nei ég er engin nauðgari, ég myndi aldrei vilja að þá hugsaðu bara heldur við þessu nauðgari ok eða þú veist, maður velti því fyrir sér býr til svona ansvar býr til eitthvað svona þú veist, alla konur eru bara að ljúga og eitthvað fara að hlusta okkur að lúða á netinu sem er með eitthvað svona kvenfyrirlitningu og þetta er hræðilegt og náttúrulega þegar svona stórar félagslega breytingar eru að reyna að komast í gegn og fólk er að berjast fyrir þeim, það verður ekki snirtilegt, þú veist, það verður frekar eins og þú talar með MeToo, Messi og sumir kannski menn sem áttu ekkert endilega skilið þeim er slaufað og svo framvegis en það er verið að reyna að ná þeim sem eru sannarlega ofbeldismenn og það þarf að vinna áfram í því en ég kannski bendi bara á og það var einmitt að það grein sem kom nýlega á málgagnið hjá okkur eftir hann Jökull Sólberg sem hann skrifa er að gaggrina Vókið sem fólk skilgreinir á mismunandi hátt gaggrinir Vókið frá vinstri og er þar að tala hvernig svona Vókið hafi mögulega bjargað kapítalismanum og er þá að tala hvernig svona millistjórnendur og slíkt og svona fræðasamfélagið í Bandaríkjunum færði sig svolítið frá sko, þú veist, stéttagreiningu og stéttabarðunni og fóri meira yfir í jafnréttismálin og svo kemur þessi svona pólitíski réttrúnaður í kringu það og það er hamrað á því, það er ekki verið að tala efnahagsmálin og svona gert lítið úr verkafólki og gert lítið úr köllum líka mjög mikið og strákum og svona og það, þú veist, getur í greininni færi Jökull rök fyrir því að það hafi eiginlega búið til jarðveginn fyrir síðan Trump að koma með svona mótsvar gegn þessu svona, þú veist, sem var kannski á sumanhátt, þú veist, innihaldslaust þó að margt hafi verið til í því sem sagt, í auðvitað er langt í land hvað var það jafnrétti kynjanna og svo framvegis og rasismi er sannarlega til staðar en þegar það er búið að yfirgefa efnahagsbaráttuna og í Bandaríkjunum þar ertu með, þú veist, demókratana alveg frá Bill Clinton og Hillary Clinton og Obama og Kamala Harris sem eru á þessum svona, þú veist, þessari woke bylgjulengd og tala á þann veg og svo framvegis en eru svo algjöru svikarar við sko verkastjættina, þú veist, og skilja þau alveg eftir og þannig að svona verkafólk, alþýðufólk byrja bara að fyrirlíta Bill Clinton og fyrirlíta Hillary Clinton því þau vita að þau eru, bæði eru þau hrókafull og ömurleg við þau og svíkja þau og þú veist, Clinton talaði fólk sem svona basket of deplorables en þetta er hættulegt einmitt það er svona það er náttúrulega alveg títt stöðugt verið að djöfla alþýðufólk en þannig að við þurfum að hugsa þetta vandlega, það má ekki bara vaða áfram í blindni, við þurfum að hugsa þetta þegar þetta eru stóra breytingar og auðvaldið reynir að vopnavæða þetta á sikkorn veg, sko, þú veist, Kamala Harris, Hillary Clinton, þau reyna að selja sig sem svona eitthvað framsækina öfl en það bara alls ekkert í rauninni og svo erum við með hægrið sem vill þetta espa þetta upp, þú veist, og segist vera komin með svarið
við þessum öfgum í feministunum eða hvað það hvernig Trump myndi tala. Þannig að þarna í greininni færir Jökull rök fyrir því að við þurfum stéttabaráttu aftur. En þessi strákar einmitt sko, sem að standa svona illa, að þar kannski einhvern veginn að ég veit ekki, þú veist, ná til þeirra meira, því þegar þeir eru einangraðir og þeim sagt að þeir séu vondir eða þeir upplifa það þannig, þó að sé ekkert endilega verið að segja það, en þá, þú veist, eru þeir á bandarískum algrímum á YouTube og Facebook og svona, núna TikTok og fá bara, þú veist, þar er einhvern veginn rosa haldið að þeim mönnum eins og Andrew Tate og Jordan Peterson og maðurinn Charlie Kirk. Við þurfum einhvern veginn að, þú veist, ég hef allan ágjörði að það er svolítið verið að spila með okkur og ef við erum ekki gáfuð með þetta einhvern veginn þá fyrir við til fjandans. Já, akkurat og ég fylgdist einmitt með þessu Chris Hedges sem er einn af mínum uppáhalds fjölmiðlamönnum bandarískur. Hann einmitt skrifaði bók sem sagt svona þessi riðbelti í Bandaríkjunum og fór í raun og veru bara í þessi svona desolate samfélög svona sem var alveg búin að brotna allt, búin að taka allt af þeim litlir innviðir til þess að tala við stuðningsmenn Trump meðal annars, hann áður fyrir kostingarnar 2015 eða ekki, 2016 já, og og hann var einmitt sko, einhvern veginn komið þessa útskýringu að þetta var fólk sem var búin að missa sjálfsvirðinguna, það var búin að taka þeim störfin, búin að senda þeim út, þú veist, það er engir innviðir, rosaleg áfengisneysla og dóp og þannig öll þessi Oxycontin og þessi hryllileg opium viðbjóðurinn og allt það, þannig að fólk hefði bara ekkert sko, þú veist, einhvern veginn, það er búið að niðurlægja svo mikið og svo koma einmitt svona, þú veist, hvíta konur og brúni kallar skilurðu, þykjast vera eitthvað en þú veist, en þetta er ekki samt bara það sko, þess að náttúrulega bara þú veist, einhvern veginn reiðin í þeirra garð er einhvern veginn við vorum og áttum gott líf og við vorum bara verkafólk sem gat átt bíl og þú veist, ferðast og átt okkar húsnæði og þið hafið tekið þetta af okkur, ekkert endilega sanngjarnt en einhvern veginn fókusin fór þangað svoleiðis að og ég var einmitt sko bara sem betur við búin að fatta það fyrir löngu síðan að þessi óbeit okkar eða svona þessi rosa gagnrýni á fólk sem kaus Trump ég gæti einhvern veginn í aðra röndin alveg skilið það þú veist, að því að líka svona eins og áður þú veist, þessi vissa mínum að við erum bara samfélagsverur og við erum ekkert endilega rökhugsandi verur þannig að þegar maður pirrast á einhverjum að þá bara einhvern veginn fer maður stundum bara alveg öfugt ég get ekki sagt eitthvað svo oft ég hef kosið í kosningum með einhver svona á hatusfullan hátt bara einhvern veginn á móti fólki skilur, ég skil það bara mjög vel sko. Já, allt tilfinningalegt og við höldum svo mikið við sem rökhugsun að vera, við erum það bara alls ekki við erum bara sem sagt og manni finnst ekki gaman að láta gera lítið úr sér eða skipa manni fyrir svoleiðis að mér fannst þetta góð grein hjá Jökli, ég las hann einmitt í morgun og hef svona gaman að þessum greiningum og en það er ljóst að einhvern veginn vinstrið hefur svona þessi svona þú nú líklega kynntir bókans Tariq Ali sem talaði með Extreme Center þegar einhvern veginn allir eru pínu sammála þú veist svona einhvern veginn svona grundvallar línur maður sér þetta á Samfylkingunum Viðreisn það er svona óskup lítill munur þar á og í raun og veru einhvern veginn þegar svo enn frekar sá maður þetta hjá VG og Sjálfstæðisflokknum einhvern veginn svona, þau voru orðin svona sirka bát sammála, það voru einhver svona þú veist, ekki öllu leituð þetta en munurinn var ekki bara, nei, við þurfum þjóðnýta, þú veist það var einhvern veginn, já ok, eitthvað VG, við þurfum að kapitalistinu með að gera þetta en þeir með ekki vera hræðilegir þú veist, þetta er svoleiðis að ég held að þú veist, og á þessum tíma þá náttúrulega hættu við vinstrið held ég, þetta sé alveg rétt að einhvern veginn að vera þú veist, kannski frekar að fara að líta niður á þá sem eru í alvöru stappi í, þú veist, bara einhvern veginn hafa lág laun og í alvöru stappi fólk sem hefur ekki farið í háskóla, bla 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 skilur við, og ég kannski pínu lánsam að því leita að ég hef verið þarna
ég var bókstafstúfa feministi. Ég ekki libbi vegna þess að líka ég hef séð í gegnum sko, kannski mín svona gagnrýni líka á feminisman hefur verið sá að ég fylgst rosalega vel með svona hvernig feminismi hefur verið notaður í stríðsátökum eða svona til þess að æsa upp stríð ekki hryðjuverkum og einhvern veginn við þurfum að fara að bjarga brúnukonunum og skilur bara einhvern veginn og bara þessi rosalega vissa eigin ágæti siðferðislega yfirburði mína og maður stundum bara það voru bara gott að hætta að trúa sjálfum sér róa sig það og ég held sko einmitt, þetta fascinerandi þannig einmitt sko og það einmitt líka bara svona forréttindi að hafa verið í verk og kynna svona fólki sem ég hef ekki kynnst áður, bara svona salti jarðar, bara fólk sem með réttlætiskennd, ekki með þessi fancy hugtök og ég man eftir á tímabili einhvern veginn þegar ég var föst í þessum hugtökum, það mátti ekki nota, eitthvað að nota útlendingur þá bara einhvern veginn dæmdi maður manneskuna sem liggur við rasista sko, að þú áttir að nota innflytjandi, eitthvað, eða var ekki, inngilding var ekki notuð, þá var það bara, þetta bara orð og maður fattaði með tímanu sko, ég man hann einmitt eitt dæmi sko, æðislega solid kallur vinnustaðeftirlitinu sagðist nota orðið útlendingur á okkur fundi og bara ég man bara ég svo sem ég skildi þessi gagnrýni á hann ég meina þetta kall sem hefur gert örugglega meira gagn fyrir innflytjendur og útlendinga á Íslandi heldur en öll okkur við samanlagt það var bara svona kall sem var alltaf eitthvað að hjálpa gekk alveg rosalega langt í að hjálpa einhverju fólki sem var fast í einhverju hryllilegu vinnusambandi og við varum eitthvað svona já, hann sagði útlendingar bara, hei við höfum verið svona eitt og annað sem maður einhvern veginn svona hugsi yfir ég sat á sem jafnréttisfulltrúi á fundi einmitt fyrir kannski 3-4 árum á fundi við kölluð einu svona ári þetta var kallað eitthvað jafnréttisráð og svo heitir þetta eitthvað annað núna og þá komum við bara öll sem að vinna í félagasamtökum eitthvað staðar félagasamtökum til þess að koma og dagspart með stjórnvöldum sem sjá jafnréttismálin og ræðum mál og ég var einhvern veginn svona svo hissa á einhvern tímann vorum við að ræða lög kynrænt sjálfræði og þetta var svo skrítið að því að sko það var engin ósammála það voru að tala einhver klósett og ég hugsaði bara, ekki kallar henn að nauðga ekki klámnótkun alveg, yfirgengileg og einhvern veginn svona þarna vorum við öll æðisleg frábær, rosalega opin við erum svo opin fyrir nýjum hugmyndum allir eru jafnir en einhvern veginn og fengum ekkert upp úr þessu næsta ár var ákveð og þetta Katrín Jakobsdóttir sem feministinn sem með þennan málaflokk næst talað hatursa orðræðu og maður bara svona ég alltaf rosa skeptisk á hvað það í ósköpunum sérstaklega eftir að hatursa orðræðu notu gegn þeim sem tala fyrir Palestínu skilurðu og einhvern veginn allir sem voguðu sér að voru eitthvað örlítið hugsi yfir einhvern veginn nýju kynjakerfi eða einhvern veginn voru orðnir hatarar það var það voru alls konar skringilega hlutir þarna og maður einhvern veginn svona hvað þetta? Eitthvað svona hatursorðræða ég var eitthvað svona rosalega skeptisk á þetta, ég man ekki, ég var með betri dæmi en einhvern veginn svona, mér fannst þessi, og ég ekki að gera lítið úr öll sem Katrín gerði, guð mig góður, það var margt flott, það var tekið á ofbeldismálum og ýmsu, en ég veit það ekki, einhvern veginn það var ekki þor til þess að tækla alvöru málin, það var einhvern veginn svona alltaf tipla á tánum í kringum, einhvern veginn svona hið kapitaliska kerfi og svoleiðis að ég náttúrulega sannarlega einhvern veginn að tepla á tánum í kringum þetta svolítið núna allt saman, af því að þetta ég var lengi farin að hugsa það eitthvað við erum eitthvað við erum alltaf að ræða hvernig við tölum hlutina
þú veist, einhvern veginn Jökull hafði sagt eitthvað, þú veist, hjá okkur vinkonum mínum eitthvað annað áður, þannig að þá getur maður ekki lesið greinina hans, bara sem dæmi, þú veist, að því það ekki að marka hann, að því að hann hugsa, og ég sagði bara, sko, ég get bara ekki lifa svona. Ég er of einföld. Þú veist, ég bara get ekki einhvern veginn, þú veist, eins og ég hef bara gert í gegnum tíðina einhvern veginn svona, haft bara óbeit og þeim sem eru ekki sammála mér. Þú veist, ég bara get ekki lengur. Mér finnst þetta bara, þetta þjónar engum. Þjónar engum og þjónar síst málstanum því miður að því að ef maður tekur bara eins og þessi maður hjá vinnueftirlitinu að hann er að láta gott að sér leiða, þú veist, og eins og þú varst að nefna áðan, þú veist, talandi um koma frá mannfræðinu og svona að þú veist, hlutir eru djúpstæðir í okkur og maður er sjálfur með alls konar fordóma fyrir alls konar hópum. Það er gott að viðurkenna það bara að vera meðvitaður það, svona getur maður unnur því. En þú veist, ef að þessi maður hjá vinnueftirlitinu sem er að láta gott að sér leiða en er kannski með einhver fordómafull sjónarmið eða bara, þú veist, ekki einu sinni, heldur bara að nota eitthvað rangt orð og fólk í háskólaumhverfinu sem er svona framsækið og búið að læra ákveðna taktík, ákveðna nálgun og tungumál og svona eitthvað sem venjulegt alþýðufólk veit ekkert um, sko. Og þú heyrir alþýðufólki tala á eitthvað veg og þá ferð þú svona að vera ótrúlega grimm við þann aðila einhvern veginn. Og það er auðvitað mjög fráhrindandi. Og getur ítt þessu fólki í burt frá þér, frá málstanum og að hægrinu og ég held að Eflingu hafi tekist ágætlega að nálgast þessi mál þegar trúnaðarmenn Eflingar koma saman á námskeiðum og eða bara í öðru félagsstarfi hjá þeim að þar er áherslan alltaf á það sem sameinar þau í stéttabaráttunni, í kjarabaráttunni, við viljum hærri laun, við viljum betri vinnuaðstæður og svo framvegis. Og þau eru ekkert að einbeita á tungumálanótkun eða eitthvað slíkt. Auðvitað má ekki líða reinan og beinan rasisma, það þarf að stoppa slíkt af og kvenfyrirlitningu en almennt bara þeir eru færð fjölbreyttan hóp saman og Eflingar eru auðvitað mjög fjölbreyttur hópur og þau eru að vinna saman að einhverjum markmiðum að þá ertu að byggja samstöða meðal þeirra og þá ertu kannski líka að uppræta fordómar sem eru kannski undirliggjandi þegar fólk er að kynnast en þetta er einmitt bara, ég myndi halda að þetta sé bara mjög losing strategy að vera svona eins og þú sért að koma úr einhvern fílabeinsturn og vera að predika og svona, maður þarf bara stundum að leiða hlutina framhjá sér og bara setja auga aftur á boltan. Já, ég held það og ég líka bara svona að telja sjálfum þessi svona merkilegan og einhvern veginn óbrigðulan í einhvern veginn hugsun, þú veist, ég bara það er eitthvað svo óspennandi, þú veist, bara að vera svolítið, setja bara maður á að gera svolítið kröfur á sjálfa sig og eitt, þú veist, svona tengt atriði við þetta er þessi þú veist, svona af þessu sem einhvern veginn maður fór að sjá svo mikið af, var þessi óbærslega krafa á þú ert að tala við mig eins og ég vil að þú tala við mig, þú veist, ég hef rétt á að stýra hvernig þú talar. Þú veist, ég meina þetta bara gengur ekki og ég man eftir að ég hef átt mjög skemmtilega samtal við kollega minn sem er einmitt að erlendum uppruna þetta svona breytt dæmi sko hvernig einhvern veginn mikið innflytjendum er rosalega móðgari og fólk er að spyrja það til dæmis hvaðan það er og ég einhvern veginn svona, ég bara kaupi þetta ekki. Þú veist, sko ég kaupi þetta ekki af því að þú veist fyrsta lagi, ég ætla að reyna að vera skýr. Fyrsta lagi er þetta þannig að þegar til dæmis ég segi þetta við eitthvað, ég er með pabba minn á Hrafnistu og það er fullt af fólki sem er erlendum uppruna og bara, hvaðan ert þú? Og þú veist, bara ég er frá Filippseyjum, vá, þú veist, en gaman. Og svo segir fólk það, þú myndir að spyrja Íslending, nei, þú veist, mér finnst bara miklu áhugaverðar að vera frá, þú veist, þetta er manneski fyrir frammi, hún er eitthvað frábæra sögu að segja og ég var að segja sko, það að þessi dónaskapur að spyrja fólk hvaðan það er. Ég veit að stigsmunur, sumir eru dónalegir, aðrir eru bara forvitnir og einhvern veginn vilja búa til eitthvað svona friendly, svona andrúmsloft á meðan þú ert að tala. En þú ert að spyrja fólk sko, hvaðan það er og þá segir fólk að maður sé dónalegur að vera að gera það. Ég sagði bara, mér finnst bara ekki svona merkilegt að vera Íslendingur. Þú veist, ég alvörunni, finnst það ekki svona merkilegt. Þannig að mér finnst eiginlega bara mjög gaman að tala við fólk sem er annars staðar að. Og þá er sagt einhvern veginn, en þeim líður illa þurfa alltaf að vera að réttlæta sig. Þú veist, og kannski er það alveg pínu satt. En einhvern veginn, ég var að hugsa svo, þegar vinkonum mig var búin að samfæra með þetta bara vont,
að þá hætti ég að tala við fólki, hætti að þora að tala við það. Og ég sagði, anskotin ekki getur þetta verið betra. Þú veist, og og ég var einmitt að hugsa sko, og ég var að hugsa þetta í samanburði við þetta rosalega tungumál gagnvart þeim sem eru ekki semst, í tvíhyggjunni, þú veist, fólk sem er kvár eða þú veist, einhvern veginn þetta á allt, einhver svakal hugtök en ég var að hugsa að þú veist, þetta svo lost battle fyrir fólk, hvort sem það eru fólk sem hörundsárt eða verið spurt hvaðan það kemur eða einhvern veginn hvað fólk ávarpað. Það svo erfitt að stýra öðrum. Þú veist, það bara svo, ég bara vorkenni fólk einhvern veginn að vera svona einhvern veginn að þess sjálfsmynd byggja því hvernig aðrir koma fram mann og ég veit að ég kemur ólega, það enginn efast hvað ég kem eða hvaða kyni ég af. Ég segi þetta, en minn punktur bara sá. Það erfitt að láta sitt sjálfsmat byggja því hvað aðrir segja mann. Það segi ekki bara fuck you. Þú veist, og ef þið líkar ekki, þú veist, en anyway. Þetta nauðsynlegt að fólk hafi, þú veist, að styrkja fólk í því að vera það sjálft óháð því hvað aðrir segja, sko, en líka einmitt eins og nefnir það slæmt að við þú veist, að reyna að kynnast nýjum hlutum með nýju fólki sem komið frá öðru löndum og svo framvegis, eða þá við höfum aldrei, þú veist, kynnst almennilega einhverjum sem þú veist, hinsegin og við erum einhvern veginn alveg bara, okkur líður eins og við þurfum að labba á bara einhverjum eggjaskurn og erum bara þorum alltaf að eiga í samskiptum við einstaklingin. Ég meina hlutir á mannlega samskipti oft bara frekar svona, þú veist, messy. Já, en þurfi ekki að vera það, sko, og ég var að vinna einu sinni með flóttafólki, út af landi, flóttafólk sem kom til Íslands á vegum Sameinuðu þjóðanna og það var bíó að sjá hvað allir voru stressaðir. Þau voru að deyja úr stressi að tala við Íslendinga og móðga þá. Þú veist, Íslendingarnir voru að deyja úr stressi bara, hvað mig góður ég að setja höndina fram til að hilsa kalli sem að setti svo bara höndina hér og því hann svo mikið múslimi, hann var alveg að farast og og ég sagði blessu vertu og svo talaði ég við hann og hann bara, hvað mig góður, ég vona að kona hafi ekki móðgast og maður bara, og þú veist að mynda að tala eins og þú veist að lýsa þessu með eflingafólki, þau eru bara að vinna saman, veist, það að vera alltaf að pæli einhvern veginn hver ég hvernig það komið fram með mig, veist, það bara tekur alltaf mikla orku, það kannski það sem ég að segja. Og þetta kannski með því að taka þátt í verkefnum saman og vinna saman eða taka þátt í baratunum saman, ekki síst, og þá bara myndast svona bræðralag og systralag sem bara kemur svona, veist, þegar fólk að taka þátt og hvað þá ef menn hafa áður haft kannski einhverja fordóma fyrir hinsegin fólki eða fyrir einhverjum innflytjendum og það bara, þú kynnist einhverjum einstakling sem frá Filippseyjum og þú varst með einhverja ranghugmyndir hvernig fólk frá Filippseyjum og svo bara, nei, þessi frá Filippseyjum og þetta frábær manneskja og Já, og þú veist, einhvern veginn svona, ég reyna bara að sneiða svolítið hjá þessu, tala einmitt, sko, og það sem gagnrýnin á nútíman í dag, ég man ekki hvort að Jökull kom inn á þetta, það einmitt, nei, ég var að horfa á, Miriam François og hana Ash Sarkar, svona, hún rosa flott, Pía, þetta Bretar og að tala svona þessi mál, hvað má segja og hvað má ekki, og sko, hún var einmitt að lýsa því að, veist, í þessu andrúmslofti hugtaka, og orðræðu. Við komumst aldrei í neitt spjall að við erum svo brjálæðislega mikið hrætt og hausinn okkar á fullu eins og þetta með dæmi þessum góða manni sem var í vinnustöðaeftirlitinu sem gerði þessi hræðilegu mistök að tala útlendinga. Þú veist, svo bara að hlusta, ég man ekkert hvað hann sagði. Ég bara panikaði, þú veist, ég verið að nota þetta orð af því að hann myndi móðga ykkur að, þú veist, hvað þetta? Þú veist, hættum þessu. Þetta rugl. Já, þú veist, það þetta sem ég meina og ég ekki að meina fólk, þú veist, trans og fólk, þú veist, með non-binary, sem sagt, þau lendi í fordómum og það slæmt, en svona policing aðferðafræði ekki góð. Þú veist, hún bara ekki góð og sérstaklega ekki fyrir þau sjálf. Þú veist, og svoleiðis að, og svo einmitt, auðvitað alltaf stigsmunir sem bara, hvaðan þú og með dónaskap? Ég meina, ég ekki að segja að þetta sé allt innocent. Maður sér oftast munin og alls ekki að þegar það hreinn og beinna rasismi í gangi eða bara kvenfyrirlitning og eitthvað einelti að það stoppa slíkt auðvitað. Já, akkurat, en eitthvað svona niceties bara, nei Guðrún, þú veist að vera mjög móðgandi.
en reyndar tók eina gagnrýni að mér sem að var svona mjög hallarst þetta minni hálfu. Það var þarna, ég var með pappa á kaffestofunni þarna á Hrafnistu og það eru voðalega svona aðlaðandi kona og ég sagði, hæ, hvaðan kemur þú? Hún var eitthvað vonæs og talaði fullkomna íslensku, alveg fullkomna. Ég sagði, djöfull talar þú góð íslensku? Hún sagði, ég er búin að vera síðan 4 ára. Ég sagði, þú veist, það idiotískt kannski. Veist, ég viðurkenni það. Og ég einhvern veginn stressaði svo mikið, ég fór svo mikið að tala við hana, ég var bara la. Þú veist, en hún auðvitað bara brosið til mín, örugglega ekkert að pæla í þessu rosalega við þessu. Svo nú oft þannig þegar ásetningurinn góður og þá fólki fyrirgefur manni og þetta kemst alveg áfram, sko. Og eitthvað svona, sko, en ég meina bara, veist, ég held að Vesturlanda búið við fest í þessu að ofhugsa allt. Og einhvern veginn, og líka festi því að bara ég svo merkileg að það rosafengið. Ég æðri, ég betri, þú veist, mínar hugsanir, ég tek það gríðarlega alvarlega, veist, þetta er leiðilegt. Þannig finnst þess að smá svipuð að vinur minn var hérna í Mathöll einhvers staðar og hann fæddur upp alveg í Kópavogi, en hann sem sagt með smá svona skegg og með svona ponytail hárgreiðslu og svolítið þykkar svona brúnar augbrúnir og hann var að hjálpa eldri konu að setjast eða eitthvað sem var þarna og tala við hana og hún sagði við hann, mikið rosalega talar þú góða íslensku og hann bara ég alveg upp í Kópavogi, sko. En það bara, þetta var að koma frá góðum stað frá henni, sko. En svona getur misskilist. En þetta áhugaverð umræða og það þarf að halda henni áfram. En mér langar að fara okkur yfir í aðeins öðruvísi og aðra sálma. Að nýlega hélt ASÍ ásamt fullt af félagasamtökum mótmælafundinn Þjóð gegn þjóðarmorði, þar sem að Íslendingar voru hvattir til þess að taka afstöðu gegn þjóðarmorði Ísraels gagnvart Palestínu og krafa sett á stjórnvöld að gera eitthvað í málinu, að standa með alþjóðalögum og standa gegn þjóðarmorði. Þú tókst mikið þátt í að skipuleggja þetta. Af hverju mikilvægt að Íslendingar beiti sér gegn og standi gegn þjóðarmorðinu sem Ísrael að fremja gegn Palestínu? Sko ég held að það sé bara fyrst og fremst, og þetta hljóma kannski svolítið klisjukent, en það bara mennskan. Þú veist, það þetta svona, þetta yfirgengilega svona ofurefli gegn ofboðslega veikburða einhvern veginn, þó að við reynum einhvern veginn að, þú veist, einhvern veginn svona mainstreamið, eða þú veist, einhvern veginn reynir öllum mætti einhvern veginn að gera Hamas sem einhverja grílu í einhverju samanburði við Ísrael, en það náttúrulega bara er fáránlegt að því svona það ekki, svoleiðis að hérna, ég held að þetta sé eitthvað svona yfirgengileg heit sem að maður bara getur ekki hérna horfst í augu við að fái bara líðast og verði ekki og munu ekki hafa afleiðingar. Ég held að sko, svo ég með vini mína erlendis frá sem að hlæja okkur að við skiptum engu máli. En máli þá sko gott og vel, kannski ekki í kraftin eins, en ég held að það að vera prinsipuraður. Og svo ætla ég að segja að eins og nú svona mikið mantran á Íslandi að það sé mikið hjartansmál hjá lítilli þjóð að alþjóðalög virki. En málið að alþjóðalögunum var svo sem aldrei gert að virka fyrir brúnafólkið. Þú veist, eða aðra heimshluta. Þú veist, við höfum bara séð þetta, en það sem Gaza hefur gert bara tekið huluna hreinlega af og sýnt okkur veruleikan eins og hann Svo að ég held að þetta sé algjörlega gríðarlega mikilvægt að, þú veist, ég meina, þú veist, þetta bara eins og ég sjálfsagt þið hér hérna sem einstaklingar, maður einhvern veginn svona, þú veist, þjáist að gera ekki neitt, eða þú veist, ég veist ég alltaf aldrei að gera neitt fyrir Gaza og einhvern veginn gera aldrei neitt, en málið að þú veist, stjórnvöld allavega geta eitthvað, þú veist, það verður hlustað, þú veist, þó að það virðist máttlítið og þú getur haft áhrif einhvern veginn og líka svona kannski akkur við þurfum að taka afstöðu að þú veist, það hefur verið óhugnalegt að sjá hvað við erum mikið undir hælnum á Bandaríkjunum, við þorum ekkert, þú veist, við getum ekkert án þeirra og þú veist, fólk sem í utanríkisþjónustunni og svona sem að þekkir að þau segja þetta bara beint, höfum ekkert í þetta, við verðum bara, þú veist, þessan náttúrulega allt svona sem Ísland hefur gert svona frekar máttlust
þú veist. En ef ég má aðeins segja sko frá þessari reynslu af þessu verkefni þjóð gegn þjóðamorði, mér var semst falið bara í sumar, ég var að fara í eitthvað smá frí og forseti ASÍ, hann kom til mín voðalega kurteis og sagði Guðrún, ég veit þú ert að fara í frí en værir telja að taka hennar fund og ég bara, með undirbúningssóknum þegar hann var að byrja, já og og þetta var alveg, þetta var í raun og veru sko, ég hef oft hugsað nefnilega sko, þú veist, í allri baráttu, það sem að henni helst til trafala stór ego og ég hef oft hugsað sko það hægt að gera stórkostlega hluti ef að fólk fær ekkert kredit fyrir eða vill ekki kredit fyrir, stórkostlega það með ólíkindum og þarna held ég að ég hafi verið sveimir þá í fyrsta sinn að vinna með hópi sem þetta snýrist ekki okkur, þetta var algjörlega magnað og þú veist, við vorum öll bara einhvern veginn svona, þú veist ég hef eiginlega bara aldrei vitað annað eins, þetta var rosalega svona ánægileg reynsla en allavega og þetta var einhvern veginn svo, þú veist, og ég að hugsa mér líka búin að vera að hugsa þetta sérstaklega þegar ég tók saman núna fyrir þetta viðtal við þig, bara hvernig við hjá ASÍ höfum verið að standa okkur. Ég held að við höfum gefið út 5 ályktanir á þessum 2 árum. Við höfum verið með fánaaðgerð sem að þeir þau upp á Höfða, fagfélögin stóðu mikið fyrir. Það var stórkostlegt og það var sameiki hjá BSRB sem blakti fánanum beint fyrir fruman utanríkisráðuneytið og það varð uppi fótur og fit, veit ég ekki fólk í ráðuneytinu. Það var einstaklega ánægilegt og einhvern veginn svona þessi samstaða, einhvern veginn hvernig hún skapaðist og hefði þurft að vera miklu fleiri með en þetta var bara frábært. Og það sem að gaman frá því að segja að iðnaðarfélögin eiga sér nefnilega athyglisverða sögu sem ég veit ekki hvort að þú veist að 1980, hvenær var það apartheid, 1980 minni mig að iðnnemar hafi farið til Suður-Afríku og heimsótt ANC og einhvern veginn vildi kynna sig sjálfur bara einhvern veginn stöðu verkafólks þar og aðskilnaðarstefnu og svoleiðis, komu rosalega svona uppveðraðir og tvíefldir heim og fóru og stóða söfnun, dagsbrún kom að verkföllum fyrir sem sagt ANC, fyrir á meðan sko ANC var skilgreindur sem hryðjuverka samtök. Mandela var marxískur hryðjuverkamaður. Svo sannarlega. Svoleiðis að þetta þeir eiga þessa flottu sögu. Þetta eru æðislega greinar sem ég bara fyrir eitthvað sem nennir að grúska í sögunni. Svoleiðis að þeir eiga þessa glæstu sögu og sannarlega fóru fyrir þessari fánaaðgerð. Og svo höfum við líka bara verið í alls konar samstarfi, en þetta var nú kannski það stærsta og viðamesta vegna þess að við náðum að safna þarna þessum, þú veist, það var öll heildarsamtökin voru með, við náðum held ég af okkar félögum eitthvað 26-27 sem skráðu sig á listan og þetta varð alveg sko og þú þurftir í raun og veru, þetta var svolítið skemmtilegt að sjá að þú þurftir í raun og veru að rökstyðja það að vera ekki með. Svona, það var eitthvað svona shift þarna á þessum tímapunkti og og einhvern veginn svona mátti tala þjóðamorð og mátti einhvern veginn tala þetta öðru nótum. Svoleiðis að þetta var og Alþýðusambandið hefur sko löngu fyrir 7. október líka tala fyrir Palestínu, hver einustu svona þegar Ísrael hafa verið að slá grasið innan geðsalappa síðustu árin hefur ASÍ alltaf gert sig gildandi í þeim málum og ég má nú kannski segja frá því en okkar félög voru bara mjög miðað við aðra mjög fljót að stökkva vagnin og vera með. En það öllu venjulegu fólki sem sér hvað í gangi og það er erfitt í dag að sjá ekki hvað í gangi því býður við því og vill gera eitthvað gegn þessu. En fólk skrítið vegna þess að það næri einhvern veginn að flækja fyrir sér hlutina og einmitt að láta þetta snúast eitthvað Hamas og auðvitað það ekkert skrítið og búin að standa fyrir heilaþvotti á hversu múslimar eru vondir og slæmir og evil
í síðust 10 ára að þá svo sem ekkert skrítið að þarf ekki annað að kveikja smá undir því að þá fólk sannfært að þú veist, þetta ástand hafi bara byrjað 7. október með þessari helvits frekju í þeim sem eru undir hernámi að voga sér að hafa farið út og lúskráð Ísraelum sem var auðvitað ljótt en þetta er bara sambærilegan hátt og hvernig bara, þú veist, ofbeldi af garð frá narsissista réttlætt að þú gaslýsir þann sem þú ert að beita ofbeldi og segir að hann beri ábyrgð þegar það þú sem berði ábyrgð bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sko. og þetta var náttúrulega þú veist, ég meina í mínum huga þetta var bara þræla uppreisn brjótast út úr gettóið þar sem þeir eru lokuð af bara 2 milljónir búið að halda þeim undir fátækramörkum hungurmörkum í mörg ár svoleiðis að, ég veit það ekki ég er bara svo hissa á að fólk einhvern veginn samsamið sig ekki meira með Hamas þú veist, ég minnst það bara eitthvað svo augljóst í þeim kringustæði sem hún lifir en ég er náttúrulega svo sem er svona hálfpartinn arabísk svona einhverju leiti að ég var náttúrulega bjóðar svo lengi og svoleiðis að maður getur kannski ekki allir til að allir séu þar. En ef fólk myndi bara, ef Íslendingar myndi hugsa þetta og þau sem búa hér, ef það kæmi inn eitthvað ríki og myndi bara taka Ísafjörð, svo myndi það fara að taka Borgarnes og það myndi síðan loka okkur öllin á Reykjanesinu á meðan það rænir restina af Austurlandi og að skera vatnið okkar inn á Reykjanesið og segja að við séum með vesena því að einhver að kasta steinum eða reyna að brjótast út úr girðingunum. Auðvitað myndum við styðja þau sem eru að reyna að brjótast út úr girðingunum og reyna að hrekja þetta herveldi á brott sem að ræna landinu okkar. En eins og þú segir, fólk, þú veist, áróðurinn linnulaus gegn múslimum og það er sett undir sama hatt, ISIS, Al-Qaida og svo framvegis, sett undir sama hatt og Hamas og Hezbollah í Líbanon sem gæti ekki verið fjær raunveruleikanum að því að Hezbollah hafa verið að berjast við ISIS og Al-Qaida og þetta er Al-Qaida og ISIS þau voru einna helst að myrða þetta múslima í Mið-Austurlöndunum. Akkurat, og þetta er náttúrulega þetta er grundvallar munur á Hezbollah eða Hamas og svo ISIS eða Al-Qaida. Það er bara í grundvallar munur á þeim, af því að annar er náttúrulega bara í þjóðernis svona innan sinna vébanda í sínu þjóðríki á meðan hinnir eru bara með svona einhverjar sultanate hugmyndir að arabarnir eða múslimarnir eiga sameinast og þú veist, og miklu svona róttækari hugmyndafræði. Þeir eru í raun Al-Qaida, Talibanarnir og ISIS. Þetta eru svona öfgahægri, bara svona fasískir, einhverjir svona últrakarlanembu svín, sko, sem vilja ná sínu fram með ofbeldi á meðan einmitt Hamas og Hezbollah eru bara þjóðfrelsishreyfingar. Og eins og sumar þjóðir hafa bent á vettfangi Sameinuðu þjóðanna, að þá hefur Palestína allan fullan lagalegan rétt til þess að veita hernáminu vopnaða andspyrnu því að hernámið eru þetta kolólulegt og bara siðferðislega við hugsaum það sjálf. Þetta er löglega eigaði rétt til þess að beita andspyrnu en bara siðferðislega einmitt ef við myndum setja okkur í þessi spór siðferðislega er auðvitað rétt af okkur ef það verður verið að ræna landinu okkar og myrða fólki okkar að berjast gegn því. Og ég meina Palestínar vini mínir, ég meina fólk sem alls ekki hlynt pólitískt Hamas, það bara er komið og orðin farið að styðja Hamas af því að það er eini sem er einhvers konar viðnám við þessu hernámi, einu sem segja eitthvað, einu sem gera eitthvað og þú veist, svoleiðis að auðvitað, ég meina hvar væri maður sjálfur? Það eru margar hreyfingar inn í Palestínu og Hamas er kannski yrði manns eigins síst uppáhalds, það er svona trúarlegt og svona íhaldsamt á sumanhátt en bara er orðin de facto andspyrnan og hinir hópanir allir sem eru kannski trúlausir og svona þau hafa bara snúið bökum saman að berjast gegn síonistunum. En þú talar einmitt að þetta alþjóðakerfi hafi bara frá byrjun verið svolítið lygi, sko. Það kemur úr nýlendu, þú veist, einhvern veginn svona arfleiðinni. Og þau höfðu neitunarvaldin í öryggisráðinu og ég meina einn fyrsta ályktun öryggisráðsins var að það þyrfti að gera innrásin í Kóreu þar sem var búið til eitthvað svona gerviapparat sem hét UN Command og þar fóru þau bara í þjóðamorð, sko, eða þau drápu 15% af Kóreubúum í hryllilegu stríði en núna einmitt eins og segir að þá er gríman fallin og þetta er bara mjög augljóst. Þannig að þú veist, ef við ætlum að vera í ykkur í samræmi við okkur sjálf og hvernig ráðamenn okkar tala þú veist, alþjóðalög og mannréttindi og hvernig þú veist, Vesturlönd tala alltaf svona eigið ágæti og slíkt. Og þá þurfum við að taka skýra afstöðu og maður fattar ekki alveg okkur, þú veist, okkur það er ekki gert af því að við gætum stutt kæru Suður Afríku gagnvart Ísrael fyrir alþjóðlega sakamáladómstólnum og það var í fullu samræmi við alþjóðalög og ég sé ekki alveg, þú veist, ef við gerum það
af hverju eru íslenski ráðamenn ekki að gera neitt? Hvað segja þau inn í utanríkisráðuneytinu? Munu Bandaríkjamenn bara setja á einhverjar efnahagsþvinganir á okkur eða hvað? Já, það væri náttúrulega gaman að fá svona bara út með sprokið. Hvað er þetta í alvöru? Vegna þess að maður lesi í gegnum þetta einhvern veginn, ég var núna bara til að undirbúa mig, lesa í gegnum svona einhvern veginn, það sem stjórnvöld hafa látið frá sig fara. Þú veist, það byrjaði nú ekki vel hérna þegar við sátum hjá í atkvæðagreiðslu vopnahlé þarna nokkrum dögum eftir. Já, algjörlega til þetta, þú veist, UNRWA þegar allt í einu við stukkum á þessa, þú veist, 5 mínútum eftir að einmitt Suður-Afríku dómstóllinn hafði talað að þarna væri plausible þjóðamorð, að fyrsta sem við gerum að styðja það að UNRWA, það sé einhverjir UNRWA hafi, hvað var aftur að UNRWA liðar hafi verið hluti af þarna. Jónistanir voru að ásaka UNRWA flóttamannaðstöðuna að það voru Hamas liðar þar og Bjarni Ben tók heilsugar undir. Hefðu tekið þátt í 7. október innrásinni inn í Ísrael. Svoleiðis að þú veist, þetta byrjaði nú ekki vel. Svo hefur náttúrulega bara Þorgerður hefur mátt eiga það, hún hefur talað svona kannski aðeins sympatískri máta, en alltaf þetta að gera hlutin í samvinnu við aðra og það var náttúrulega kannski pínu eitthvað svona tragikómísk eftir þetta mikla svona 7. september þegar þjóðmorðið fundurinn var og út allt land á 5 eða 6 stöðum, að algjör samstaða, þú veist, 10.000 manns komu saman og einhvern veginn næsta eftir 2 daga kemur liggur fyrir aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar í þessu máli, svona til að sefa okkur, og þetta var svo veikt að ég bara, þú veist, þetta var eiginlega bara, ég veit ekki einu sinni móðgandi, þetta náði því ekki, því þetta var einhvern veginn bara ekkert, þetta var svona, hvað segir maður, fjalli sem átti mús eða fæddi mús. Þú veist, einhvern veginn 2 kallarnir, hvað heita það, Smallridge og Ben Gvir, með ekki koma, þú veist, fljúga til Íslands, ok, eru þeir á leiðinni, þú veist, mögulega hugmyndi að skrifa undir, styðja samkomulag, nei, þetta dómsmál Suður-Afríku, hvað var það annað, að hvað, áttu ekki að merkja vörur frá hernumdu svæðunum? Já, hann var eitthvað grín. Þetta var frá 2012 eitthvað svona beiðni, þú veist, akkur ekki frá Ísrael og þú veist, af hverju áttu við, akkur má ekki bara banna hennan innflutning? Þú veist, það maður bara, þú veist, please. Svo tala ráðamenn og líka íslenskir embættismenn enn á þeim nótum að við séum alltaf að standa vörðum alþjóðalög og svo framvegis, þetta er ógeðslegt að hlusta á þetta því mér fer bara að líða eins og við séum bara eitthvað svona nasistar þegar við erum að tala svona því við sjáum alveg hvað er að gerast en fólk talar á þennan veg og svo heyrir maður fólk segja þú veist að Íran sé að brjóta alþjóðalög og þú þurfum að gera eitthvað í Íran og þá heyrir maður hvernig þú veist íslenskir embættismenn eru að tala bara á nótum sem eru að koma beint frá Bandaríkjunum í þeirra í þeirra bara myrka ásetningi. Já, akkurat og svona þú veist þessi svona maður einhvern veginn fylgist með bara svona velgefnu fólki sem maður kannski þekkir aðeins til, tala einhvern veginn svona Íran eins og þú veist svona eitthvað svona axis of evil, öxulveldi hins illa og maður bara hvað, þú veist, akkur skoðar þetta ekki aðeins betur, þú veist þessi menning okkar okkar yfirbyrðu, hún er bara svo sterk, hún blindar fullkomlega fólk og bara fólk sér ekki gegnum þessa mýtu, þú veist einhvern veginn að þú veist bara Hizballah vondir, Íran vondir, þú veist ég bara, þú veist svo hútarnir, þú veist einhvern veginn svona eina andófið sem sagt gegn þessum Ísrael sem að þau sjá vel hvað er að gera er eina röddin sem talaði við og í raun og veru núna geta þau búið lítið gert það er búið algjörlega klippa lífæðina frá þeim svoleiðis að og ég held að fólk fatt ekki að einmitt þú veist alþjóðlögin hafa bara verið mikið bara sjúku brandari fyrir brúna fólkið, fyrir hnattræna suðrið Kóreustríðið, alveg hryllilegt en svo, þú veist, bara fyrir stuttu 2014 til 2017-18 og heldur áfram að þá, þú veist, eru sátarnir Bandaríkjamenn og Bretar í stríði við Jemen, þú veist, þá á að vera ykkur borgarastyrjöld en það eru sátar að styðja aðila inn í Jemen
og í því stríði dóu 377.000 manns sko á nokkrum árum og helmingurinn voru börn og þeir lokuðu höfnum bara viljandi og þeir að valda hungursneyð og svo framvegis og svo auðvitað má gagnrýna Íran fyrir margt sko en ef að okkar ráðamenn að tala á þann veg sko og ég sá einhvern embættismann frá okkur segja þetta sko át af því að Íran hafði hent út sem sagt eftirlitsaðilum frá alþjóðlegu kjarnorkumálastofnuninni að þá var Íran að gerast mjög brotlegt við alþjóðlegu og svo framvegis en það vantaði inn í þá mynd að síónistandir höfðu verið að sko misbeita þessari alþjóðastofnun til þess að njósna innviði Írans og nota síðan upplýsingarnar til þess að gera árásir á Íran þarna ættum við Íslendingar að segja ef við ætlum að standa vörðum alþjóðakerfið að þetta ekki í lagi að misbeita alþjóðastofnunum. Við getum ekki hort á þá sko brúna fólkið eða þá sem eru svona illir sem jafningja. Það vandamálið. Þau eiga ekki, og við teljum einlega þau eiga ekki alþjóðlegin, alþjóðlegin eiga ekki að venda þau. Ég held að það sé próblemið. Við, eins og ég var að byrja að segja áðan, sko, við höldum þessu rökhugsunarverur, en þetta eru bara tilfinningar. Og þess vegna svo fyndið þeim þetta að fylgjast með þessari alþjóðapólitík. Hún svo oft svo barnaleg, einhvern veginn svona, það snýst bara eitthvað, hver eru stóri kallinn og hver töff og einhvern veginn, einmitt, Íran hvað var það sagt að í raun og veru hefði Ísrael gert okkur, hver sagði það? Ísrael hefði gert okkur greiða, okkar heimsluta greiða að ráðast, Ísrael hefði gert okkur greiða að ráðast inn í Íran áður en þau ná að búa til kjarnorkuvopn sem eru hvergi til staðar. Þeir hafa engan áhuga að búa þetta til, skilurðu, og við vitum það. Það búið að vera grandskoða allt saman og þetta bara sagt og allir bara já og svo einhvern veginn fannst mér sko í raun og veru svona alþjóðakerfið byrjaði náttúrulega að afhjúpast þarna með innrás Rússa í Úkraínu og og þá var svo merkilegt að verða vitni af sko fölskvalausri sko samúð með flóttafólki. Ég man eftir að upplifa þetta einhvern veginn allt í einum bara huggulegt fólk sem hefur verið að vinna og allt í volli einhvern veginn að vinna, taka á móti Afgönum og Sýrlendingum og einhvern veginn, Arabum úr þessum stríðum, stríð gegn hryðjuverkastríðum sem við höfum stutt. Algjörlega umbreyta kerfinu sínu á nokkrum dögum að þú að fara að taka á móti úkraínskum flóttafólki. Og ég hugsaði bara, þetta mun einhvern veginn springa fram í okkur öll. Þannig að ég sá að mínir arabísku vinir fylgjast bara mjög vel með öllu þessu og bara hvað gerðist? Skilurðu? Og ég bara, ég veit það ekki, kannski eru þau ljós, okkur líka betur við þau, og okkur finnst þeirra, sá sem réðist á þau er óvinnur okkar. Hvaða réttlæti í neinu? Akkur þetta snýr að mestu leyti hver þetta ekki hvað gerðist, hver vondi kallinn, eða hver árásaraðilinn. Því miður, og þarna eins og við nefnt og þú nefndir áðan að þetta eitthvað kannski mjög djúpstætt sem þarf svona að vinna með. Og ég meina alþjóðalögin, Rússar ráðast inn í Úkraínu, þeir eru útskúfaðir alls staðar og svo framvegis, gefin út handtökutilskipun á Pútín og bara réttilega samkvæmt alþjóðalögum, en Bandaríkjamenn gera innrás í Írak, og það eru bara engar athugasemdir, en það eru þetta alveg eins kolólulegt, Algjörlega, búin að eyðileggja þetta landsvæði allt saman. Það allt Vestur-Asía, þetta bara í rúst, þetta rjúkandi rúst, nema hann akkurat í Gulflöndunum sem að þurfa núna að fara að hugsa sinn gang þegar allt smjaðri við Bandaríkin ekki eins og að venda þau gegn Ísrael. Núna eins og samanber þessi árás í Katar. Katar, þeir eru alveg hömlulausir síjónistandir. Ég held þú takir undir með mér, Guðrún, að Ísland þarf að stunda sjálfstæða utanríkisstefnu. Það er ekki bara að við þurfum sjálfstæði, við viljum okkar sjálfstæði og geta tjáð okkur eins og við viljum í heiminum, heldur það bara í okkar hag. En akkur, ég verði að hugsa það væri svo flott. En og hversu dýru verði yrði það keypt? Gætu við ekki orðið bara pínu svona eitthvað, tökið þessa afstöðu, tala með friði. Það talar enginn með friði. Mér finnst þetta bíó eftir að VG fór á sjónarsviðinu og ég var orðin mjög fúl út í þau, mér fannst þau bara ekki tala á neinum friðarforsendum allavega síðasta árið og stóðu sig alls ekki vel með Palestínu.
en núna bara engin, það bara vondarúsland, allt í einu á að, þú veist, auka, allt í einu eiga allir að punga út 5% þjóðarframleiðslunni í vopnakaup og vopnaframleiðslu, þetta tekur náttúrulega, mun taka bara langan tíma, þú veist, ég veit ekki, ég var að mynda að hugsa sko, þetta með að minnið okkar, þú veist, við föttum ekki stríð, þess vegna finnst okkur, þú veist, maður sér svona, þú veist, utanríkisráðherrann okkar undanfarið tala svona eins og sko, þetta sé pínu svona spennandi, kannski sérstaklega utanríkisráðherra sem var áður, þetta sé svona, þú veist, einhvern veginn, þetta fullnaðarsigur, við verðum að vinna, ég heyrði hana, Þórdísi Kolbrúnu tala að þetta snerist hinn illu öfl, sem sagt að ráða niðurlögum hinn illu afla og þú veist, ég skil alveg að vera bara ung manneskja komin allt í einu í eitthvað svona svaka important embætti og þannig þú veist, Rússland, þú veist, ef að Rússland ræðst inn í Úkraínu og ræðst svo yfir heiminn, við þurfum að vopnvæðast og passa þetta fólk sem vill ekki frið og lýðræði, þú veist, eitthvað og en fólk veit ekki hvað stríð þýðir, þú veist ekki sko hvað, þú veist, mér fannst stundu vera með bara skotskífu á Ísland stóra, einhvern veginn ef að Rússar myndir snögg pirrast út í okkur, sem algjörlega fullkomlega úþarfi, verandi þetta litla land, en sko, þú veist, stríð viðbjöður, þú veist, ég hef fengið smá smjörþef af því og hef líka lifað með fólki sem svona stríðsbörn, þetta margar kynslóðir einhvern veginn tráma og bara öll þessi líf sem verða allt öðruvísi en einhvern veginn ætlast var til, fjölskyldu splundrast út allan heim og talandi ekki, þú veist, og líka bara, þú veist, bara ímyndaðir að koma inn í, þú veist, að vera í húsi sem sprengt yfir þig, þú veist, það bara lyktina blóðinu þínu, eða brotnu beinin, þetta ekki sjarmerandi og spennandi, en við föttum það bara ekki, greiinn, ég meina, þú veist, við föttum þetta sjálfsögðu ekki, þú veist, þetta svona, þú veist, þú ert ekki með þetta minni. Þetta í raun ólýsanlegt. Já, og þú veist, einhvern veginn manni finnst allt einhvern veginn, þú veist, einhvern veginn, það bara verið að róa að stríði og einhvern veginn svona okkar svona liberal, hvað segir maður, svona, já, liberal heimsmyndin og þeir svona sem hafa mest áhrif, þeir sem tala á samfélagsmiðlum, einhvern veginn rosa kappsemi, allir sem tala einhvern veginn Rússa eða Pútín sem að einhverju leyti að þeirra gjörðir séu skiljanlega þó fólk sé ekki eins og sammála því að þá það Pútínistar og evildoers, þú veist, þetta ekki og svo ekkert viðnám við þessu, hvergi algjör minnihluta sjónarmið sem eru útskúð sem einhvers konar Pútínistar og ég veit ekki hvað og þú veist en og meiri segja þú ert bara einhvern veginn svona leggur að jöfnu hluti, þú veist ég meina ég ekki hrifin af Bandaríkjunum hvernig þeir hafa hagað sér í alþjóðamálunum, sko ég skítrædd við þá, ég sé hræddur við sko þeirra heimsmynd eða heldur en þú veist, og allir rosa hræddir við Kína, ég veit ekki hvað gerist þegar Kína tekur yfir og einhvern veginn og nú reyndar ef að fólk hlustar á Kína þá eru þau ekki að sækjast eftir svona hegemóníu, þau vilja frið í heiminum, vilja stuðla að því að það sé raunverulegt alþjóðakerfi og það eitt sem mér finnst svo mikilvægt núna einmitt að þú veist, já, þetta alþjóðakerfi hefur verið svindl frá byrjun, lygi og Kína kannski veit það einna best sem tók síðan beina þátt í Kóreustríðinu, sendi alveg 100.000 hermanna sem voru stráfelld sko í stríðinu þannig að við eigum að standa þarna einhvers staðar, þú veist, vera í miðjunni og tala fyrir alþjóðalögum og ég meina, talandi með Þórdísi Kolbrún og fyrri utanríkisráðherrann og hvernig fólk veit ekki hvað stríð og þessi svona hetju góðsögn sem við erum með okkur sjálf að Pútín sé nýji Hitler og það verði að stöðva hann og þetta séu bara örlög heimsins eru hérna undir og þess vegna þetta svona hetjulegt eitthvað við þurfum að gera þetta, þú veist, og þegar fyrri heimsstyrjöldin var að byrja og þú veist, yfirstéttir allra Evrópu heimsvaldana voru að senda alþýðufólk bara í slátrunina þá var þessi hetju myþólógía ótrúlega sterk, þú veist, Þýskaland betra en England, þú veist, alveg bara svona, sko, en þú veist, mér finnst mjög skrítið að sjá einmitt fólk segja þetta Rússland, sko,
þá að lögsækja Rússland og komast í kjölinn og stöðva innrásina og líka rannsaka innrás Bandaríkjamanna í Írak og Afganistan og svo framvegis. En það mjög undarlegt að hlusta á alla tala Pútín núna og hann sé að fara að vaða yfir Evrópu þegar við erum með Ísrael, síónista landráns nýlenduna í Miðausturlöndum sem að vaða í alla í kringu sig bara linnulaust og svíkur alla samninga og bara alveg out of control. Já, en við eigum að þakka þeim af því þau eru að gera heiminn öruggari en við erum skítrætt við hinna. Svoleiðis að í raun og veru þetta ekki, mér finnst þetta ekki beinlega spurning þú veist, þetta svona spurning að af hverju skil ég ekki svona geopólitíkina í rússnesku stjórnvöldunum. Af hverju reyni ég ekki bara að skilja hvað þau eru að gera og þau hafa sín sjónarmið og sína heimsmynd. Ég meina, þú veist, Bandaríkin og Vesturlönd hafa bara aðra. Þú veist, önnur endilega æðri en hin? Ekki bara betra að skilja og hvað með að byrja bara að tala saman? Má ekki reyna að vinda ofan af þessu? Eigum við endilega að keyra í það að 5% af vergri þjóðarframleiðslu aðstæðar verið sett í vopnakaup? Hverjum, þú veist, við vitum það að vopn eru notuð ef þau eru búin til. Og í Evrópu ekki stefnan að það sé verið að fara að hækka skatta á hinn ofurríku hvað þá að þjóðnýta auðlindir og svo framvegis. Nei, það verður skorið niður í velferðarkerfinu, það verður hækka skatta og gjaldtöku á almenning. Þannig að það er mjög alvarleg þróun og ég meina, þú veist, í tilviki Úkraínu og Rússlands að það var reynt að semja, þú veist, það var reynt að finna einhverja millileið og stríðið snýst náttúrulega að Rússar taka það ekki í mál, hvort það ekkert réttlætanlegt en það bara þannig að þeir taka það ekki í mál að Úkraína verði einhver svona bækistöð fyrir Bandaríkjamenn með fullt af hergögnum, bara alveg eins og ef þú veist, ef Mexíkó færi í hernaðarbandalag með Kína, hvað þá ef að Kína væri búið að vera að skipta sér að innanríkismálum Mexíkó eins og Bandaríkjamenn voru að skipta sér að innanríkismálum Úkraínu og svo kemur ný ríkisstjórn í Mexíkó eftir einhverja byltingu þar sem Kína með puttana í og svo ætlar Kína að fara í hernaðarbandalag við Mexíkó og færa inn fullt af hergögnum inn í Mexíkó, Bandaríkjamenn myndu ráðast bara strax inn Já, og ég og það ekki rétt en þú veist, það þannig. Já, akkurat og bara, þú veist, óháð öllu þá verðum við að fatta það að fólk ekkert, þetta ekki óæðri verur. Þau hafa bara sína heimsmynd og sjá hlutina með ákveðnum, þú veist, í ákveðnu ljósi. Þú veist, við verðum að fatta þetta og ekki bara alltaf einhvern veginn flengja þessu niður og hugsa að þetta sé eitthvað svona óæðri og þetta grimmd og þetta fólk sem vill öðrum illt. Þú veist, það einhvern veginn það sem þú veist, svo skrítið þetta get ekki bara skilið án þess að vera endilega sammála. Annars erum við inn í svona raunveruleika eins og í 1984 þar sem við erum á einni hliðinni, af því að í þeirri bók þá eru báðar hliðar hræðilegar en fólkið inn í einni hliðinni að líta á hina hliðina sem hræðilega en sér ekkert við viljum ekki vera þar, það bara þá bara fara þessar báðar hliðar og valda bara einhverju heimsstyrjöld sem við megum ekkert við, hvað þá með kjarnorkuvopnum og svo framvegis. En Guðrún, ég held ég sé að hafa hérna aðeins og lengi en ég þakka kærlega fyrir frábært spjall og gangu vel með kvennaverkfallið. Ég vona að allir láti sjá sig þar. Takk kærlega. Takk fyrir kærlega. Mjög gaman að koma.